Já, velkomin að Rauða borðinu á þriðjudagskvöldi á síðla vetrar eða miðja vetur. Það fyrir eftir hvernig við lítum á það, hvort að glasið sé fullt eða hálftómt, eins og sagtir. Við höfum annarlega haft hérna fréttir, vorum með það svona tilraunastarfsemi hérna í haust, en erum með á salti vegna þess að það er svona óvissa hvernig verður staðið að stuðningi ríkisins við einkarekna fjölmiðla. Virðist vera þannig eins og að samstöðun fá ekki náð, en það kemur í ljós. En eins og áður þá erum við með fréttamenn, þóttu við séum ekki með fréttir, Björn Þorláks og Sigurjón Magnús. Og völdið. Hérna, ég veit ekki, kannski getum við bara að byrja á Kastljósinu í gær, sem að var á margan hátt merkilegt. Það voru 2 þættir í því. Annars vegar kom drengur frá Bakkagoti. Já. Hann sagði, hann hélt að allt þjóðfélagi væri vont fólk. Já. Þar til þetta kemur upp þetta mál og þá bara snýrir hann alveg við. Það var reynsla hans, reynslu þekking eins og sagt er. Já, þannig hafði hann lifað og ekki orðið var við annað en að samfélagi verið fullt af vondu fólki. Já. Einhvern veginn hafði samþykkt það sem hann þurfti að þola. Já. Og svo núna er hann aftur að horfa fram á hverjum. Allir sem hafa unnið í sjónvarpi fá snemma þau skilaboð að þagnir séu ekki vel séðar. Ég var einu sinni með sjónvarsfrétt þar sem listamaður hugsaði sig í 15 sekúndur og svo kláraði hann svarið sem hann byrjaður á og pródusentinn hérna á Ríksútvarpinu þar sem ég voru að vinna á, hann hafði samband við mig og sagði við getum ekki sendt þetta út og það þurfti að senda út fund en mér fannst þögnin svo listræn að ég fekk þessar 15 sekúndur á þögn loksins í gegn en sem samtalið við hennar mann í gær það voru ekki síður þagnirnar heldur en það sem hann sagði sem að mér fannst gera þetta viðtal alveg stórkostlegt alveg frábært, augsvipurinn og hvað hann tók sér góðan tíma í að velja orðin og bara rosalega sterkt viðtal. Jón Bjartmar Indriðarsson, það var líka heitir hann og það var líka rætt við móður hans. Já. Það var líka rosa flott vinna hjá Kastljós fólkinu í þessu máli öllu. Hann komið nóg að þessari jákvæðni strákar. Nei, við þurfum líka hrósa sem vilja gert. Og hann á mjög fína vinnu í Kveik, það verður að segjast. Ég veit það. Og ég meina, við höfum ekki nokkru vandræðum með að hæla því sem er vel gert. Nei, ég var bara Þú varst bara að grínast. En það var líka mjög sérstakt augnablik í seinni hlutanum, þar sem var talað við rektor á Bifröst. Já. Sem var rektor í upphafi Vitals en ekki í lok Vitals. Það var annars svona snilldar dæmi það að hún segir af sér þarna rektorinn í beinni útsendingu og augljóslega án vitundar þáttastjórnanda hann höndlaði það mjög vel því að þetta er alveg meira en að segja það. Hann er búin að undirbyggja eitthvað og tala við fólk sem að vill hana burt og svo bara verður gagnrýnendum hennar að ósk sinni. En þannig var eiginlega stærsti hlutin af viðtalinu var viðtal við rektor sem að var verið að þrýsta á að myndi segja af sér. Já. Hún sagði það ekkert fyrir en það var bara Nei, hún byrjaði á að svara Já. Þannig hún svaraði gagnrýninni og svona, þannig hann var svolítið svona ágangssamur ég veit ekki hvað að segja en svo allt í einu tilkynnir hún það að hún hefði tekið ákvörðun að hætta og ég fór að hugsa djúvel þetta sérstakt þú veist, hún er búin að segist að tala við stjórn skólans í hádeginu hún segir engu frá þessu mætir í Kastljósið, mætir honum þar sem hann er eitthvað svona að enduróma gagnrýnin á hana en hún er búin að ákveða og búin að tilkynna á stjórninni þannig að þú veit að fara ég myndi halda þetta að væri svona erfiðasta svona opinbera viðtal sem að Margrét hefur farið í en mér finnst það svo furðulegt hjá henni að segja ekki áður eða fara inn svo ætla ég að hætta það er margt sérstakt í þessu og mér fannst hann ég er ekki að segja eitthvað að þessu, mér finnst það bara svo áhugavert að hann skilur taka það ákvörðun. Þetta er bara mjög sjaldgæft held ég í fjölmiðlasögunni. Þetta er svona risa augnablik í fjölmiðlunum og sýnir náttúrulega hvað RÚV hefur mikil tækifæri til þess að búa til magna sjónvarp að vera með kapasitet eða resursa í að kalla að alla borðinu í beinni útsendingu hvað eftir annað og nýtti tækifæri vel.
í gær. Svo var þau vorum á RÚV, það var Silfrið líka í gær. Já. Þau voru með fyrirlutanum með Epstein-skjölunum, mér fannst það nú bara svona. Já. Ekkert sérlega spennandi, miklu áhugaverðara sem við vorum með. Þannig að metingi, það var bara, það var svona öðruvísi nálgun, það var meira það sem var umverulega að gerast. Þau voru svona með meiri fókusun á afleiðingarnar sem er bara allt annað tegund. Og svo fannst mér líka spjall þeirra frambjóðenda til formans í Framsóknarflokknum vera ansi mikil undan eitthvað. Já, ég samla. Það var ekkert augnablik í því spjalli. Mér var svona Ingibjörg tilbúin í slag, sko. Hún hefði verið ráðherra og það var svona undirteksti, eins og sagt þess. Já, en svona ég var ekki varaformaður eða formaður eða ritari. Og Lilja kaus að svara því í rauninni ekki, sko. Maður átti vona á einhverju meira. Ég frétta því í síðustu viku að Lilja hefði auglýst fund kosningakaffi og búblur eða eitthvað, hvort það núna í þessari viku. Já, 2 dögum fyrir kosningar og það veri ægileg heiftinn að hluta Framsóknarflokksins og baklandi Ingibjargar Ísaksson gagnvart þessu fundarbúði, eins og veri bannað að hún færi norður að tala við norrlenska kjósendur Framsóknarflokksins og eitthvað svoleiðis, og ég nefnilega heyra að það sé alveg bullandi hvað maður að segja, klofningur og læti þarna undir, ekkert af því einhvern veginn fór upp á yfirborðið í þættinum í gær. Það lítur að vera að þú reyna að ná hvað greinir á milli, hvar þeir eru sammála, eða ekki? Þú ættir að þjóna eins og þeim sem er að fara að kjósa, eða ekki? Þannig að þú vilt að drægist fram hvað hvað er ekki að deila, hvað er að deila, af hverju, eitthvað svona. Já, og svo Lilja tók svona menntunina sína fram, sko, svona. Sprenglarður affræðingur og unni í Alþjóðabankunum. Það hafi kannski verið gallið við þetta var svona eins og kynningarvital. En þetta var eiginlega of seint, sko. Svo þetta að vera búið með kynningarvitalinn og núna er komið úrslitastund, ég meina RÚV mun ekki bjóða þeim upp á svona spjall aftur, það verið kosið á lögðan. Þannig að það var eitthvað eins og var í svona vandaði stillingu. En hvor var betri? Hver stóð sér betur? Ég bara myndi segja bara jaft, sko. Ég bara, mér finnst það bara þetta er bara jafntöfli. Svona á tímum minkandi athyglisspans, þá var ég svona bara á mörkunum að halda athygli við þetta. Mér finnst ekki vera svona komið fram, sko, hversu alvarleg staða flokkurinn er í, mér finnst ekki komið fram hvað er Framsóknarflokkurinn, á hverju þurfum við á honum að halda, stendur hann fyrir eitthvað. Mér finnst ekki þetta þessu komið fram. Það er svo mikil ögur stund sem margir hafa teiknað upp, við höfum lesið greinar Framsóknarmanna sem segja að nú sé bara augnablikið sem skilgreinir það hvort Framsóknarflokkurinn bara hrynur endala og þurrkast út úr pólitískri sögu eða hvort hann færir viðspyrnu og ekkert að því einhvern veginn birtist okkur í gær. Ég er að vara að fletta fjölmiðlunum og Jakob Bjarnar var að senda eitthvað kúk á okkur í einhverju podcasti, segja við værum bara ekki fjölmiðl. Og fyrsta frétti sem ég sé er að hafa bara tekið upp Facebook-færsla frá mér inn á Vísi. Þetta er ekki merkilegur fjölmiðl það. Og það er ég tók saman 5 oddvitar sem að samanlagt eru með fylgi 82% samkvæmt könnunum Gallup. Þetta er allt fyrirverandi sjálfstæðismenn. Þannig að úrvalið er ekki meira, þetta er eins og Farið að líkjast vöru úrvalinu í sovjaskri kjörbúð. Já, það er ekki sem að segja það. Þetta fór síðan mjög víða, ég sé að margir eru að deila þessari sömu mynd. Þetta er náttúrulega mjög sérstætt að það er, við erum með oddvitann í Samfylkingunni, Framsóknarflokknum, náttúrulega Sjálfstæðisflokknum, Miðflokknum og Viðreisn. Þetta er allt fólk sem á rætur í Sjálfstæðisflokknum. Já, þetta er mjög sérstætt. Annarkvort segir þetta að þetta sé mat allra að nú sé komið tími á Sjálfstæðismann eftir frá því 1994. Það er bara allir flokkandir að við tekið þá ákvörðun og reynda að finna sín sjálfstæðismann. Það er komið úr stjórnmálaskóla Sjálfstæðisflokksins, er það ekki? Eða þetta sem væri líka svona saga það að Sjálfstæðisflokkurinn hann er eiginlega bara rakn upp, sko. Það er eiginlega enginn sem ef þú sjálfstæðismaður farði í Framsókn. Það var reyndar kannast ekki við þá sögu að Albert Guðmundsson kom til Jónasar frá Hriflu og sagði að ég er sem að fara að fitta minn í pólitík
á Íslandi. Það margt sem að ég sé að væri hægt að gera hérna betur og hefur reynslu af því búið í Frakklandi og Ítalíu og sé að það sé svona. Þannig ég var að pæla í hvort það væri eitthvað svona rými fyrir mig í Framsóknarflokknum. Og þá sagði Jónas frá Hriflu, nei, farðu í Sjálfstæðisflokkinn. Þú munt fá miklu meiri frama þar. En þeir, tenging þeirra á milli svolítið merkilega, Að skrifa upp bók. Þegar Albert var að gera góða hlut út í Evrópu sem knattspyrnumaður og þá skrifaði Jónas frá Hriflu bókina. Já, sagðirðu það? Já. Þú last hann eða ekki? Jú, ég var krakki maður. Óþólandi bók fyrir það sem hafa áhuga fótbolta. Því að hann segir aldrei hvernig leikindi fóru. Heldur gerðu þeir þá víking til næstu borgar og var róður þeirra mikill. Eitthvað svona, hann sagði aldrei neitt hvað gerðist. Þetta er bóku fótbolta, skrifuð af manni sem veit ekki hvað fótbolti er. En það er þarna hvíta perlan og svarta perlan og svona ágreiningu þeirra á milli. Þetta var svona aðeins, smári, þetta var. Við lásum það sem krakkar. En það var annar oddviti kynntur í dag. Það var frá sósíalistum. Og hún er 25 ára gömul stúlka. Myndum að segja það, 25 ára er ég að tala niður. Ung kona eins og heitir. 25 ára. Silja Sóley. Enginn veit hver hún er. Jú, hún lítur að vita. Silja Sóley Birgisdóttir er stöðningsfulltrúi. Það verður svolítið mál að kynna nýjan frambjóðanda. Það tekur tíma. Ég er búin að senda henni engaskilaboð og vonast eftir að geta kynnt hana fyrir áhorfendum og hlustendum samstöðurinnar hérna á morgun eða hinn. En þetta er áhugavert val, sko, því að henni vinnur gegn öllum hugmyndum okkar að oddviti stjórnmálaafls þurfi að hafa fengið einhverja kynningu áður en í baráttuna er komið. Já. Það var Sanna var aðeins eldri þetta þegar hún bauð sig fram fyrst. Og vissu fáur hver hún var. Ég tók viðtal við hana þá framlega seginu með Vesturgötunni og ég hafði aldrei síðan saman skjöður. En hún hafði reyndar skrifað svolítið greina og fjallað svolítið að vera brúnn Íslendingur og tekið þátt bæði því og líka hún var náttúrulega tilheyrði PEP sem er baráttusamtök fólks í fátækt og hafi látið tilsýntaka þar þannig hún hafi komið með svona félagslega reynslu eða reynslu á félagsmálum. Ég fór vissi það. Herðu, en í þættinum í kvöld að það verður framhald af þætti sem að mörguleiti hefur slegið í gegn, það sem að þú sest á bekkinn hjá Ólafi Ævarsinni í Gælækni. Björn? Já, það er bara, ég held að það sé rétt matjaðar að þetta hafi slegið í gegn. Við erum búin með 2 þætti og ég var að skoða alltaf áhorfið á YouTube, það er alveg, þetta er bara með því mesta sem við sjáum. Og svona, ég held að það sé mjög breiður hópur fólks sem að hefur gagn af þessum þáttum. Geðveiki er náttúrulega svo margt, hún er annars vegar bara mjög alvarlegir geðsjúkdómar sem er lítið hægt að gera við en svo er hún líka bara hvað maður að segja hluti af daglegu lífi hjá alveg ótrúlega mörgum Íslendingum og það hefur verið sko svona feimni og skömm í tengslu við þetta og þöggun og við erum að reyna að breyta því og fyrst rættu við geðveiki á almennum grunni, svona þjóðfélagsgrunni. Síðan greindum við geðsögur hvors annars. Hann er nú betri í því að greina mín vandamál heldur en ég hans, því að hann er ju geðlæknirinn. En hann var mjög örlátur að segja okkur frá eigin krísum líka, sem að mér finnst gefa þessu spjalli svona annað vægi. Og í dag eða kvöld þá er það sem sagt máttur persónuleikans í áföllum þegar krísan steðjar að, þegar þú ert komin í bullandi klípu alveg uppi vegg. Hvaða úrræði höfum við bara í okkar eigin huga og hve mikil er okkar eigin geta til þess að reyna að komast út úr myrkrinu og ég bara vænti þess að... Og er það svona eins og forvarnir að maður getur verið í ræktinni að rækta tiltekna persónueiginleika til þess að... Alveg 100%. Geta átt við áföll. Alveg 100%. En mér langar að segja það eftir að ég útsetti sjálfa mig í þessum efnum og viðurkenndi það að ég hefði átt við mjög alvarlegan geðvanda að stríða upp á 20. Það er nú 40 ár síðan. Og sagði þá sögu í þætti 2. Þá hefur borið á því á Facebook ef ég hef ætlað að skrifa eitthvað að það hafa komið svona skítakomment
frá fólki eins og segir sá geðveiki og ég held satt að segja strákar að við værum komin aðeins lengra en þetta þú rifjar upp andlega krísu fyrir 40 árum og þér skal refsað með því bara í dag algjörlega ómarktækur en þetta er náttúrulega fólk sem er kannski ekki með bestu bjargirnar í lífinu til þess að skilja alheiminn sem að tala svona en þetta hefur komið svolítið óvart Já. Og það fólk færi þetta náttúrulega yfir sig og þetta er ákveðið vandamál við þurfum að breyta þessu Þú er nú þurft að svara fyrir ýmislegt alls konar þetta er alveg svona eitthvað sem er nátt síðan sko að einhver er að segja þú veist að ég kunni ekki að fara með vín ég er búin að vera edrú í 30 ár kann miklu betur að fara með vín heldur en bara nokkuð sem ég þekki sko allavega þá þeir sem eru að reyta þessu í mig það er allra besta sem að maður getur gert með vín er að bara láta það vera Ég sjálfur hættur að drekka ef ég væri enn að drekka og ég væri að skrifa áfengismál þá hefði ég mun minni trúverðuleika þá lægi ég betur með höggi Það er öfugt sko það er öfugt að þessir sem með skítakommenti þeir segja að þú sett að skrifa svona af því þetta er edrú og þeir vilja helst að þetta eru gefin út náttúrulega hraðvörpa sem að viðmælandinir eru fullir fyrir þá sem hafa áhuga því Herðu, en hérna þú ætlar að tala um nikotín nikotín neyslu hérna heima og eins líka áfengi að hérna það er Lára Jónsdóttir sem er læknir og doktor í lýðheilsufræðum og þeir sem að hagnast á sölunni þeir dýrkan ekki ég sá að reyna svarinni í dag sko og þá hérna svo kallaðri lýðheilsu fræði sko það var smætta konuna sko einhver svona þrekvaksin gæi sko að smætta konuna sem voga sér að rugga bátnum í hans business Þetta er kannski svona trömpisku tímar að það eru menn sem að koma eru bara sprútsalar eða eitthvað, eru að selja brennivín eða nikotín og þeir telja sín sjónum með þessu jafngild sko þeim sem eru sko doktorar í lýðheilsufræði eða læknarnir og allt það Þeir viti betur Já, þeir viti miklu betur Það heitir bara annarleg jaðar sjónamið í samfélaginu. Við erum alltaf að láta sjónamið sprútsalarnar á það. Já, þetta er svona. Hver er að selja brennivín nema sprútsalarnar? Þú var snúa öll á haus. Hún hefur orðið óþægindum, sko, vegna þessara skoðana sína, sko. Herðu, hún er að gefast upp á þessu. Þetta er svo mikill bróksjúr. Já, einmitt. Ég ætla að halda áfram með svona þráð sem ég er með sem ég kalla íslensk menning. Ég fæ hérna 4 viðmælendur í hvert skipti og við erum að ræða um stöðu íslenska menningar á svona viðsjárverðu tíma. Að sömuleyti fer samtali bara þangað sem maður vill. Að hérna útgangspunkturinn er eiginlega þessi. Þú veist, hérna, það er allir sammála að við sem að lifa tíma sem er mikil degla og gamall heimur sé að hrynja og nýr ekki orðin til, það kannast við þetta. Á bæði við pólitíkina en á líka við bara hugmyndur okkar stöðu okkar í samfélaginu og þar fram, höldugötunum, en við tölum svolítið kannski hlutverk listarinn á þeim tíma, en stundum leyfa okkur bara að tala samfélagið eins og það er, náttúrulega hluti af íslenska menningu er náttúrulega íslenskan, og ef að íslenskan deyr þá náttúrulega hverfur íslensk menning með henni, og margir vilja segja að við séum bara ef við grípum ekki til einhver aðgerða núna, að þá munum við líka bara missa íslenskuna. Og þá mun svo heimur sem að við lifðum innan það mun hverfa á engin skilja nema sem einhver svona fornminjar kannski verður það hannig og það er líka eitt í þessu að ef að íslenskan hrörnar mjög hratt þá höfum við náttúrulega ekki tæki til þess að mæta sko þessari deglu sem við erum með, þá erum við með lakari tæki heldur en þeir sem að tala sænsku eða pólsku eða ensku, þannig að ég held að það sé mjög áríðandi að við reynum að halda íslenskunni við. Eitt heitamálið sem er í tengslum við hérna kosningarnar eru leikskólanir. Þú fer þarna Kristínu Dýrfjörð. Já, hún fer sögulega svolítið yfir leikskólana, til dæmis bara upp úr 70 með við daginn í dag og segir margt mjög áhugavert þann samanburð og við ræðum mikið gæði leikskólastarfs af því að stundum gleymist sú umræða í öllum tækniatriðunum og allt það og mér finnst þetta bara mjög fróðlegt spjall og hún hefur margt að segja, hún hefur komið að borðinu á öllum stigum, verið starfsmaður á gólfinu, leikskólastjóri og svo núna áratugaskeið kennt leikskólanemum í framhaldsnámi við Háskólann á Akureyri, þannig að ég mæli með því. Já, hún er búin að vera
í þessu bransa lengi. Já, heldur betur. Og íslensku leikskólanir eru merkilegt fyrirbyrði, það eru íslenska menningu. Já. Og maður sér það bara þegar maður fer til annarra landa að sömuleyti voru við heppin að leikskólanir okkar urðu til 1970 þegar svona vakningum svona lýðræðisvæðingu inn í skólakerfinu og eitthvað fleira. Þannig ég held að leikskólanir okkar séu sko betri heldur en grunnskólanir. Það er svona sögulega. En vinnu aðstæðunar orðnar miklu erfiðar. Það er það sem ég er að tala um. Já, að við áttum sérstök verðmæti sem ég held að við farið mjög illa með. Já. Þetta það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld, hvet alla til þess að fylgjast með því. Takk ykkur fyrir spjallið, Björn og Sigurjón og Pétur Fjölsti fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem að vera hlusta og horfa og munið hlusta og horfa og breyta þessu spjallið okkar í fjölmiðlum. Minni á allt sem ég sjáu hér og heyrið í boði áskrifenda, það sá hópur hlustenda og áhorfenda sem að telja að samstöðun skiptir máli í íslensku samfélagi og leggja okkur lið með áskriftargjaldi. Þú getur slegist í þann hóp ef þú vilt með því að fara inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem er 2.750 krónur á mánuði. Mátt borga meira vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina renna sér félagsgjöldin í Alþýðufélagið, það er mitt Alþýðufélagið sem árekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta inn hérna smá auglýsingum og svo hefst þátturinn. Ég heiti Vala Kristín og ég trúi á samkennd, gleði, þakklæti, von, örlæti og frið. Vantaði nýja flík? Komdu í skemmtilegasta fatamarkaðin í borginni í Bólholti 6, fatamarkaður Vorstjörnunnar, opinn frá 1 til 4, laugardaga og sunnudaga. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.